Efling innviða í Keflavík og Helguvík og endurnýjun ratsjárstöðva eru meðal þeirra langtíma fjárfestingar sem NATO vill ráðast í hér. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands hófst formlega í dag. 3 af þeim sem ákærðir eru fyrir frelsissviptingu og rán í Reykholtsmálinu gáfu skýrslu fyrir dómara við aðalmeðferð þess í dag. Einn þeirra þvertekur fyrir að hafa komið á heimili brotaþola eða tengjast málinu nokkuð. Yfir 1000 pólitískum föngum hefur verið sleppt úr haldi í Venesúela og búið að semja umbætur á Hæstarétti landsins. Jarðskjálftarnir í júní hafa þó aukið á óvissuna framtíð Venesúela. Sögufrægur salur í félagsheimilinu Valaskjálf og Egilsstöðum verður að gistir að sveitarfélagið hlaupi undir bagga, segir eigandinn. Íbúar á Héraði vonast til að hægt verði að bjarga málum. Menningarnótt á laugardag og eftirvæntingin liggur í loftinu. Ríflega 400 viðburðir verða á dagskrá víða borgina. Hátíðin aldrei verið stærri en hún verður í ár. Komiði sæl. Fjárfestingar í varnar- og öryggismálum verða auknar á næstu árum, meðal annars í Keflavík og Helguvík, segir utanríkisráðherra. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands varnir hér og á Norður-Atlantshafi hófst í dag. Yfirhöfðingi NATO segist vilja efla innviði í Keflavík og í höfnum hér á landi. Æfingin kölluð Norður Víkingur og haldin á Íslandi annað hvert ár að jafnaði. All right, well, it's a privilege to welcome you all to Northern Viking 26. This exercise demonstrates our unwavering commitment to Iceland and security and stability here in the North Atlantic. Æfingin verður tvískipt. Bandaríkin ætla að æfa viðbragð við vaxandi ógn á grundvelli varnarsamningsins og viðbrögð eftir virkjun 50 greinar bandalagsins. Samkvæmt henni jafngildir árás og eitt aðildarríki árás á þau öll. Auk Íslendinga og Bandaríkjamanna taka Norðmenn, Svíar, Danir, Finnar, Þjóðverjar, Frakkar og Kanadamenn þátt í æfingunni. And this is so important, ladies and gentlemen. We live in a very consequential time, and none of us can do this on our own. Grinkiewicz segir sérstaklega mikilvægt nú að leggja áherslu á norðurskautið þar sem andstæðingar NATO gerir sig gildandi. Today, supposed Russian and Chinese research vessels are conducting joint patrols, but we all know they're not up here counting puffins. Grinkiewicz segir að það sé enn til umræðu nákvæmlega hvers konar langtíma uppbyggingu eigi að ráðast í hér, eins og hann og forsætisráðherra kynntu eftir fund sinn í gær. I think continue to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about port infrastructure that might be useful for the alliance in the future. Hvers konar uppbyggingu eru það að tala um? Já, meðal annars að efla hér innviðina á Keflavík. Við sjáum líka svona á næstu árum að það þarf að endurnýja ratsjárstöðvarnar, þessar 4 stóru mikilvægu ratsjárstöðvar sem eru á landinu, og þetta þurfum við að gera í samvinnu við NATO og bandamenn okkar. Við erum að núna hér bara rétt hjá að efla höfnuna í Helguvík. Það sem við erum að gera mjög ekki bara verðmætt heldur í fremstu röð, og þar ætlum við okkur að vera, en það þýðir auknar fjárfestingar í varnar- og öryggismál. Og það var fjallað nánar þetta mál í Speglinum sem finna má inn á ruf.is. En þá að allt öðru. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Suðurlands í dag. 6 eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi sínum, beita grófu ofbeldi og hafa á honum fé. Aðalmeðferðin hófst í gær þegar spilaðar voru upptökur úr síma Andra Más Mortensens Birgissonar 3 klukkustundir í heild. Mennirnir 2 sem taldir eru að hafa farið með Andra Má upprunalega í Reykholt á heimili brotaþola gáfu skýrslu fyrir dómi í morgun. Annars sagðist hafa farið með Andra og öðrum manni en neitaði því alfarið að hafa beitt nokkru ofbeldi. Hinn maðurinn þvertók algerlega fyrir að hafa farið með á heimili brotaþola. Hann hefði farið út úr bílnum í Mosfellsbæ og annar maður hefði verið með í för. Eftir hádegi gaf tengdafaðir Andra Má skýrslu, en frelsissviptingin meðal annars sögð í ákæru verið áeggjan hans þar sem brotaþoli hefði skuld á honum leigu. Nú Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður, þú ert búin að skoða og þú ert búin að sitja yfir þessu máli í dag og í gær. Já, svona, hvað hefur komið fram hingað til fyrir hverju svona stóra myndin af þínu mati?
Sko við byrjum aðeins að rifja upp það sem kom fram í gær. Það var eiginlega og fordæmalaust í dómsmálum á Íslandi. Þarna voru spilaðar upptökur hátt í 3 klukkustundir að síma upptökum úr síma Andra Más sem einn ákærði í málinu og þar bara heil vika af hans samskiptum á upptöku og samtöl hans við unnustu sem einn ákærði í málinu, tengdaföður og fleiri. Þar kemur ýmislegt fram sem að einhvern veginn allavega örugglega erfitt fyrir hann einhvern veginn að verja eða verjast í þessu máli. Hann talar til dæmis að hann sé í miðri frelsissviptingu og að hann sé jafnvel að hugsa að frelsissvipta bara einhvern og svo virðist þetta einhvern veginn svona, já það verður orðið svona hálfgert uppnám, þetta svona, maður fer í gegnum alla helgina bara í gegnum þessi samtöl sko. Sem vinda upp á sig. En þessi menn sem gáfu skýrslu í dag, tengjast þeir fjölskylduböndum? Sko þeir 2 sem að komu fyrir hádegi, þeir gera það ekki. Það þessi 2 menn sem eiga að hafa farið með Andra upphaflega á heimili brotaþola. Sá fyrri hann bara játaði því að hann hefði verið þarna, það hefði samt ekki sko eiginlega verið fyrir tilviljun, hann hefði farið þarna. Hann hafi ekki tekið þátt í ofbeldinu, bara þvertók fyrir það og ville koma sér burt þegar hann sá hvernig staðan var orðin. Hann segir að hann hafi hreinlega bara ekki verið þarna. Hann hafi farið úr bílnum á leiðinni og það hafi þá verið einhver annar maður sem var þarna og þannig að sú skýrsla var stutt. Og svo var það eftir hádegi sem að tengdafaðir Andra Más kom þarna fyrir dóminn. Og hann segir að sannarlega hafi brotaþoli skuldað honum leigu, 550.000 krónur eða svo. En hann hafi ekki viljað að neinu ofbeldi yrði beitt og hann hefði einhvern veginn aldrei viljað að þetta hefði farið svona. En svo voru þarna sýnd líka gögn sem sýndu þó fram og hann hafi þá einhverju leyti samt verið meðvitaður það sem þarna fór fram helgina sko. En hvað gerist næst? Hvað gerist núna? Sko á morgun í fyrramálið þá kemur unnusta Andra Más fyrir dóminn og gefur skýrslu. Það er ekki búist við því að hún tjáir sig sérstaklega mikið, allavega Andri neitaði að tjá sig og erfitt einhvern veginn að vitna í svona nánum samböndum. En svo heldur þetta bara frá næstu daga og bara gæti orðið hátt í 2 vikur. Já. Eva Björk Benediktsdóttir, takk fyrir þú heldur áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir að koma hingað og útskýra fyrir okkur. Og við förum til útlanda. Því Rússar hafa hótað Bretum vegna breskra dróna sem notaðir hafa verið í árásum Úkraínumanna á Rússland. Rússar hafa gert árásir víða í Úkraínu í nótt og í morgun. Rússneska sendiráðið í Bretlandi sendi í morgun frá sér yfirlýsingu það sem kom fram að fregnir af því að breskir drónar væru notaðir í árásum á Rússa sýndu hræsni breskra stjórnvalda. Þau væru að magna átökin meðan þau tjáðu friðarvilja sinn. Aðgerðir stjórnvalda í Lundúnum hefðu óhjákvæmilega afleiðingar sem þau þyrftu að svara fyrir. Forsætisráðherra Bretlands svaraði þessu fullum hálsi. We are providing support so that Ukraine can defend itself and that's been the British position all the way through this conflict by previous prime ministers. It remains the case with me. Rússar segja að 7 hafi verið drepnir í árásum Úkraínumanna á Rússa í nótt. Slíkar árásir voru 3 sinnum fleiri í júlí en í janúar. Rússar halda á sama tíma áfram árásum sínum til dæmis í Pecheniki, þorpi í Kharkiv héraði í Úkraínu, 40 kílómetrum frá rússnesku landamærunum. 10 voru drepnir í árás þar í nótt og 17 særðir. Sprengja lenti á gatnamótum þar sem voru pósthús, verslanir og kaffihús. Пыль, дым, крик, ну що, і все, і слідом друга. Дівчата, хто спіли, поприбігали в погріба, ми позабігали, позаховалися. Потім же ж уже трохи, як воно, дим оцей, машини горять. Rússar gerðu einnig árás í Kív. Maxim Prevot, utanríkisráðherra Belgíu, var þar í heimsókn hjá úkraínskum starfsbróður sínum og þeir neyddust til að halda fund í neðanjarðarbyrgi vegna árásanna. Sameinuðu þjóðirnar segja fleiri almenna borgara hafa verið drepna í stríðinu undanfarna mánuði en nokkur tíman áður frá innrás Rússa. Réttarhöld í máli 4 ríkja Bandaríkjanna gegn Meta sem rekur samfélagsmiðlana Facebook og Instagram hófust í Oakland í Kaliforníu í dag. Fyrirtækið sakað að hafa vísvitandi gert börn háð miðlunum og ekki gert neitt til að koma í veg fyrir það til að auka tekjurnar. Meta hafnar ásökunum, málið rekið fyrir hönd 29 ríkja. Milljarða bandaríkjadala krafist í skaðabætur, auk breytinga á því hvernig miðlarnir starfa. Þetta er stærsta skaðabótamál á sviði neytendamála í sögu Bandaríkjanna. Verð á máltíðum fyrir eldri borgara í Reykjavík hækkar allt að rúmlega 70% ef tillögur fulltrúa meirihlutans í velferðarráði ná fram að ganga. Formaður ráðsins skellir skuldinni á fyrri borgarstjórn.
Fulltrúar meirihlutans í velferðarráði Reykjavíkurborgar hafa samþykkt tillögu gjaldskrárhækkun á heimsendum mat í þjónustu íbúðum og félagsmiðstöðum frá 1. september. Eftir hækkun verður verð á máltíð fyrir eldri borgara 1900 krónur en var áður 1100 eða 1190 krónur. Þetta hækkun upp á alltaf rúmlega 70%. Formaður velferðarráðs segir hækkunina óumflýjanlega. Gildandi samningur við fyrirtæki sem þjónustar mötuneyti hafi ekki verið full fjármagnaður. Það sem að fráfarandi meirihluti gerði var að gera þennan samning sem kostar rétt rúman hálfan milljarð en lætur ekki fylgja með nema helmingin, sem sagt 250 milljónir. Þannig að sá peningur kláraðist í mars. Eftir hækkunina nemur niðurgreiðsla hverrar máltíðar fyrir eldri borgara rúmlega 40%. Ragnhildur Alda segir nauðsynlegt að koma matarþjónustunni á sjálfbæran rekstrargrundvöll. Núverandi gjaldskrá hafi verið langt undir kostnaðarverði og því sé nauðsynlegt að bregðast við. Og núna í raun og veru okkar markmið bara að hækka þannig að við náum að greiða fyrir matinn og niðurgreiða eins mikið og mögulegt að þessi mat. En svo þurfum við kjölfarið bara að reyna að grípa til aðgerða til þess að finna leið til þess að skila þeim sem minnst á milli handana. Tillagan verður lögð fyrir borgarráð á 50. Lögregla fær tilkynningar vasaþjófnað nánast á hverjum degi yfir sumartímann, ekki aðeins í Reykjavík og á Suðurlandi, heldur einnig fyrir norðan. Erlendir glæpahópar eru í flestum tilvikum að verki og meðlimir þeirra koma gagngert til að láta greipar sópa. Á árum áður gat fólk valsað nokkuð áhyggjulaust með bakpoka og veski vinsælustu ferðamannastaði landsins. Í sumar hefur lögreglan skráð að jafnaði eina tilkynningu vasaþjófnað á dag, þótt sumadaga séu þær miklu fleiri. Ferðamenn greina frá því að vera skyndilega án kortaveskis, peninga eða annarra verðmæta. Það er á stöðum eins og hérna við Goðafoss sem að vasaþjófunum finnst gott að athafna sig. Hérna koma á bestu dögunum rútu eftir rútu fullar af ferðamönnum og héðan hafa komið tilkynningar til lögreglunar vasaþjófnað. Tilkynningarnar eru iðulega flestar úr miðborg Reykjavíkur og eins kemur mikið frá fjölsóttustu náttúruperlum Suðurlands. Við Goðafoss og aðra ferðamannastaði á Norðurlandi var vasaþjófnaður nánast óþekktur. Fyrr í þessari viku sá lögreglan á Norðurlandi eystra hins vegar ástæðu til að vara ferðafólk við. Auðvitað hafa alltaf komið upp stöku tilfelli gegnum tíðina en þetta hins vegar vandamál sem hefur farið vaxandi núna í seinni tíð. En við reiknum með því að það séu sömu hópar og hafa verið að herja á aðra staði. Bakpokar og opnar handtöskur einna helst það sem að þjófarnir vilja komast í og á stöðum eins og þessum þar sem fólk að virða fyrir sér fossinn og ekki að fylgjast með hættan einna mest. Ferðamenn frá Asíu og eldra fólk virðist oftar verða fyrir barðinu á þjófunum en aðrir. Lögreglan biður leiðsögumenn og aðra sem eru í samskiptum við ferðamenn að upplýsa fólk hætturnar og það verði að passa sig á margmenni þar sem hægt að laumast í töskur. Fólk sem stoppaði við Goðafoss í dag átti sér einskis ills von og var almennt hissa á því að vasaþjófar væru á ferðum landið. Are your valuables pickpocket safe? No, they are not. Before coming to Iceland, did you look up anything about theft or things like that? No, I did not. I know in Europe, yes, but not Iceland. Yes. You see, I have a crossbody. I just took off, but it's always close to me, yeah. It's like other places in Europe, we've thought about it. Oh, yes. But coming here, it was never really a concern, I think. Unusual kind of for Iceland, yeah. So I would not have expected it. Stjórn og stjórnarandstaða í Venesúela hafa samþykkt umbætur á dómskerfi landsins og frekari viðræður standa yfir. Þá hefur yfir 1000 pólitískum föngum verið sleppt frá því að Nicolás Maduro var sleppt af stóli sem forseta. Ríflega 7 mánuðir eru síðan bandaríski herinn nam Nicolás Maduro forseta Venesúela á brott á örskotsstundu. Delcy Rodríguez varaforseti tók við. Síðan þá hefur yfir 1000 pólitískum föngum verið sleppt. Jarðskjálftarnir í júní sem urðu yfir 6000 manns að bana juku enn á óvissuna framhaldið. Nicolás Maduro Guerra, sonur fyrrverandi forseta og þingmaður, fann fyrir því þegar hann mætti til að skoða aðstæður. Kona sem misti 6 ára dóttur sína lét hann þá heyra það. Preso! Ustedes tienen que ir preso. Hicieron una basura. Una basura. Hay soporte. No puedo imaginar el dolor que siento. But were the constructions good enough? No lo sé. Yo no soy arquitecto. Yo soy an economist. Öryggisverðir reyndu að stöðva myndatökur norsku sjónvarpsstöðvarinnar TV2 sem tók þessar myndir.
Þá óskuðu þeir eftir að ræða frekar við starfsmenn stöðvarinnar en því var hafnað. Myndirnar voru ekki birtar fyrir fréttamennirnir höfðu snúið aftur til Noregs. Viðræður eru hafnar milli stjórnar og stjórnarandstöðu framhaldið. Samið hefur verið endurbætur á lögum Hæstarétt og hvernig dómarar þar eru skipaðir til að koma í veg fyrir spillingu. Og þá var samið aukna aðstoð vegna afleiðinga jarðskjálftanna. Se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. Þetta á meðal annars að gera með því að reyna að endurheimta frystar eignir í Englandsbanka gegn því að það verði öllum ljóst í hvað peningarnir fara. Í síðustu viku var svo fyrsta lotan í viðræðum við Bandaríkin og þar er einnig stemt að því að losa frystar eignir til að nýta í hjálparstarf vegna jarðskjálftanna. Til lengri tíma er stemt að nýjum kosningum í Venezuela en Bandaríkjastjórn segir margt þurfa að gerast áður. You have to have true freedom of the press. You have to have multi-party participation. You have to have national reconciliation. And you have to have an electoral commission that will accurately count the votes. Óvíst að fleiri dansleikir, tónleikar eða leiksýningar verði í Valaskjálf á Egilsstöðum. Eigendurnir íhuga að breyta salnum í félagsheimilinu í gistirými ef ekki finnast aðrar lausnir á kostnaði við reksturinn í samráði við sveitarfélagið. Samkomusalurinn í Valaskjálf fór illa í vatnstjóni í vor. Salurinn eyðilegast að stóru leyti og í tengslu við það þá ákveða við að staldra aðeins við og skoða hver framtíð salarins ætti að vera. Valaskjálf er félagsheimilið á Egilsstöðum. Það var byggt í samstarfi sveitarfélaga á Héraði og vígt 1966 en selt 1998 og hefur verið í einkaeigu síðan. Eftir að ljóst varð að gagngerar endurbætur þyrfti vegna tjónsins í vor fóru núverandi eigendur að velta fyrir sér hagkvæmari rekstri. Það er ein hugmyndin og kannski bara nokkuð góð hugmynd að byggja svona hálfgert hylkjahótel. Og mér finnst alveg fáránlegt að fara að gera þetta einhverjum hótelrýmum sko. Núna eru bara einkaaðilar með þetta, þeir ráða hvað að gera en það er synd ef að verður á þessum framkvæmdum en menn tók ákvörðun á sínum tíma að selja þetta. Það væri bara mjög leiðilegt að missa þennan sal. Ég held að það væri óbúslega gott ef fólk reyndi að setjast niður og finna einhverja lausn á þessu. Og nú væri eðlilegt að bærinn bara yfirtæki þetta og gerði að ráðhúsi bæjarins. Eigendur Valaskjálfar segja engar endanlegar ákvarðanir hafa verið teknar salinn. Þeir hafa rætt við Múlaþing hvernig sveitafélagið geti komið að málum. Ef það finnst grundvöllur til að reka salið, þá munum við alltaf farið þá átt. Það er náttúrulega það þarf einhverja fjármagnaðar rekstur og það gengur ekki fyrir einkaaðila að vera borga brúsann fyrir svona samfélagsverkefni sem þetta sannarlega er. Sveitafélagið getur ekki gert meira en það ræður við. Eigendurnir segjast tilbúnir að selja salinn, en kemur það til greina að hálfu sveitarfélagsins að reyna að kaupa hann eða húsið allt. Það þarf þá að ákveða forgangsraða upp á nýtt ef mann ætla að fara í að til dæmis kaupa svona stórt hús að við þurfum þá að hafa efni á því og ég sé það ekki innan þess ramma sem við erum að vinna með í dag. Það verður tekist á þjóðaratkvæðagreiðsluna á viðburði í Austurbæ í Reykjavík kvöld þar sem fulltrúar andstæðra hreyfinga mætast á málfundi. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er mætt í Austurbæ og með stjórnendur málfundarins hjá sér. Erla María, er farið að hitna í kolunum? Ekki ennþá, en það hefst þetta klukkan 8. Það er nú þegar fólk farið að streyma hérna inn og fá sér sæti hérna fyrir framann. En það má gera ráð fyrir því að fólki verði nú ansi heitt í hamsi hérna þegar líður á kvöldið, en það verið að tala um það sem allir eru að tala um þessa dagana, sem er þjóðaratkvæðagreiðslan í lok mánaðar. En Birkir, Karl og Leifur eru hlaðvarpsstjórnendur hjá hlaðvarpsþættinum Chess After Dark og ætla að stýra þessu. Segið mér, það er hérna kappreiður þjóðaratkvæðagreiðslu, af hverju? Já, það er náttúrulega verið að kjósa mikilvægt málefni núna 29. ágúst og þetta hefur klofið þjóðinni herðar niður og við hjá Chess After Dark höfum reynt að fjalla þetta af hlutlausum hætti, allavega nálgast það þannig að allir gestir og sína skoðanir eigi upp á pallborðið hjá okkur og það er bara mikill heiður að fá að halda þetta hérna. Eins og segir, þá er þetta svolítið, þjóðin er svolítið á öndverðum meiði og svo eru einhverjir á milli sem að vita ekkert hvað þeir ætla að kjósa. Verður ekki erfitt svona kannski að stýra og stjórna hérna í kvöld svona svo að allir fái svona kannski að koma sínu á framfæri? Hvernig metið þið það?
Jú, það var ansi krefjandi og þessar fylkingar, maður langar að byrja kannski og nota tækifæri að hrósa áfram Íslandi og ég á til að sjá fyrir að mér finnst og okkur finnst drengilega kosningabaráttu. Þetta í fyrsta sinn eiginlega núna sem þessar fylkingar að mætast og það verður þrautin þyngri fyrir okkur að halda þessu málefnilegu og góðu í kvöld en sjáum til hvað við getum gert. En hversu nauðsynlegt það núna? Nú eru tvær fylkingar að koma saman þannig að fólk getur kannski svona vegið og metið. Hingað til hefur þetta verið bara önnur hvor fylkingin fyrir sig að svona tala ágætið þess með og móti. Hvaða máli skiptir það að hafa svona kvöld? Gríðarlega miklu að fylkingarnar tvær geti veitt hvorri annarri aðhald. Þegar við höfum nú fengið aðeins á baukinn fyrir það að veita kannski drottningaviðtöl, þá bara eins gott að fá báða aðila málsins sem að geta síðan veitt hvorum öðrum aðhald og skipst á skoðunum á vonandi drengilega máta eins og Birkir segir. Þannig að það þá óskinn kannski að fólk verði eitthvað vísari þegar það lappar hérna úti í kvöld? Já, það væri svona óskandi. Ég held að mikið af fólki sem ætlar að koma í kvöld sem mögulega búið að ákveða sig en það aldrei að vita að við náum að snúa því fólki. En ef einhver óákveðnir eru hérna í kvöld þá vonandi verður allavega einhverju nær hvað að kjósa 29. ágúst. Og þið búist hérna við fullu húsi eða hvað? Já, við gerum það og ég held að verði bara í öllu falli veisla. Þið eru undirbúnir og tilbúnir í þetta? Já, Birkir, eru það ekki? Við getum ekki beðið, þetta er mjög skemmtilegt og við erum þakkláttir þessum fylkingum fyrir tækifæri að fá að vera hérna. Frábært, takk fyrir þetta Birkir Karl og Leifur og gangi ykkur vel í kvöld en við kveðjum þá héðan úr Austurbæjarbíó. Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir í Austurbæ. Og við ætlum að fara hins vegar til Kaupmannahafnar. Því Tívolíið í Kaupmannahöfn stækkaði helgina þegar nýr garður með japönsku þema var tekin í notkun. Þar er hægt að njóta listar, matar, verslana og að sjálfsögðu leiktækja. Garðurinn kallast Hikari sem er japanska orðið fyrir ljós og þar inni er hótel með sama nafni. Bygging garðsins tók 5 ár, hefðir fyrir tengslum við Japan í Tívolíinu, meðal annars hefur japanski turninn staðið þar frá árinu 1900. Menningarnótt er í Reykjavík á laugardaginn. Hún verður stærri en nokkru sinni fyrr, segir borgarstjóri. Hún kynnti viðburðinn á Austurvelli í dag. 400 viðburðir eru á dagskrá víða borgina á menningarnótt. Hátíðin er, eins og venjulega, haldin í tilefni afmælis Reykjavíkurborgar sem fagnar 240 árum í dag. Það er mikil tilhlökkun. Þetta er auðvitað eina stærstu hátíðunum sem við höldum hérna árlega í Reykjavík og hátíðin aldrei verið stærri en hún verður í ár. Þetta er þátttökuhátíð þar sem íbúar og atvinnurekendur taka sig saman og listafólk að bjóða upp á skemmtun í miðborginni og bara gríðarlega spennandi. Miðborgin verður lokuð fyrir umferð til að tryggja öryggi gesta. Lokanir gilda almennt frá klukkan 7 á laugardagsmorgun fram yfir miðnætti og gestir eru hvattir til að koma gangandi eða hjólandi. Hægt verður þó að leggja við Borgartún og Laugardal og taka ókeypis strætóskuttl í bæinn á meðan lokuninni stendur. Við erum með aukinn viðbúnað, við erum með mannskap alveg frá morgni. Þetta náttúrulega byrja klukkan 8 með Reykjavíkurmaraþoni og síðan gefum við aðeins í með mannskapinn fram í kvöldið. Árni segir að sérstaklega verði fylgst með hópamyndun ungmenna og unglingadrykkju. Eitt af aðalmálum lögreglu er að halda upp í öryggi fyrir almenning og við eigum og verðum að vera það sem fólk safnast saman. Og þetta bara er komið til að vera og við erum sýnilegir og ætlum að tryggja það að svona hátíð fari vel fram. Líkt og í fyrra lýkur hátíðinni með flugeldasýningu klukkan 10 eftir tónaflóð Rásar 2 á Arnarhóli. Og það skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Byggjast skoðanir á tilfinningum eða gögnum? Við greinum viðhorf Íslendinga til Evrópusambandsins með stjórnmálafræðingi og stjórnmálasamfræðingi í Kastljósi í kvöld. Svo kynnumst við manninum á bak við litrík vegglistaverk sem sjáum á víða Reykjavíkurborg. Mér finnst sem það væri kekkja að bara mæta risaðlur í Laugaveg. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun snýst í fremur hæga vestlæga átt og þá þykknar smám saman upp á vestanverðu landinu. Útlit er fyrir bjart veður fyrir austan en líkur á þokulofti við norðurströndina. Hiti verður yfirleitt á bilinu 12 til 18 stig en svalara í þokulofti. En við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Á morgun keppir íslenska karlalandsliðið í áhaldafimleikum á Evrópumótinu í Zagreb. Landsliðsmennirnir eru klárir í verkefnið. Þá ættum við að geta komið liðinu inn á heimsmeistarmóti og það væri styrlað. 12 mörk voru skorið í 2 leikjum bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld. Danski markahrókurinn Patrik Pedersen skoraði fyrstu mörk sín á tímabilinu.
og við kíkjum á hálandarleika sem voru í Reykholti helgina í íþróttum hér handan við hornið. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Efling innviða í Keflavík og Helguvík og endurnýjun ratsjárstöðva eru meðal þeirra langtíma fjárfestingar sem NATO vill ráðast í hér. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands hófst formlega í dag. 3 af þeim sem ákærðir eru fyrir frelsissviptingu og rán í Reykholtsmálunum gáfu skýrslu fyrir dómara við aðalmeðferð þess í dag. Einn þeirra þvertekur fyrir að hafa komið á heimili brotaþola eða tengjast málinu nokkuð. Yfir 1000 pólitískum föngum hefur verið sleppt úr haldi í Venesúela og búið að semja umbætur á Hæstarétti landsins. Jarðskjálftarnir í júní hafa þó aukið á óvissuna framtíð Venesúela. Sögufrægur salur í félagsheimilinu Valaskjálfa á Egilsstöðum verður að gistirými nema sveitarfélagið hlaupi undir bagga, segir eigandinn. Íbúar á Héraði vonast til að hægt verði að bjarga málum. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna allan sólarhringinn inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni, við þökkum okkur kærlega samfylgdina þessum af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Þjóðaratkvæðagreiðsla. Kynningarefni frá já og nei fylkingum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Svepparíkið. Íslenskir heimildaþættir sveppi frá sjónarhorni vísinda, menningar, fagurfræði og sjálfbærni. Risarnir. Norðmenn stefna á að komast með nýstofna landslið á heimsleika dvergvaxina í fótbolta. Markmiðið að vinna bug á fordómum og sýna að hæðin sé engin hindrun í íþróttaiðkun. Lögregluvald, úniformen, ný dönsk glæpaþáttaröð. Lögreglunemi skýtur ungan mann við handtöku og spurningar vakna valdbeitingu og